Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, ótrúlegt en satt. Þá til fólk sem heldur því að okkur hinum að lífið sé að jafnaði gott og að kannski hafi það á sömu sviðum aldrei verið betra. Það getur verið hættulegt að tala þannig á tímum óöryggis og vaxandi sundrungar í veröldinni. Enda má segja að Hjálmar Gíslason, framkvæmdastjóri Gritt og Frumkvöðl, hafi fengið að kenna á því hjá sem dæmi Sólveigu Önnu Jónsdóttur hjá Eflingu eftir að hann skrifaði pistil og kom fram í Kastljósi í síðustu viku og lagði áherslu á að margt væri nú bara harla gott. Vertu velkominn, Hjálmar. Takk, takk. Þú fyrirgefur mér að ég fari svona með léttum hætti inn í þetta. En tilefni umræðunar voru semst meðal annars vangaveltur þínar að frétta annálar, fjalli langmestum hörmungar, en síður það sem framúrskarandi gott og fallegt og skemmtilegt og þessar pælingar þínar, þær vöktu athygli mína áður en aðri fjölmiðlar fóru að fjalla þetta vegna þess að þær eru innlegg í umræðu verklag fjölmiðla meðal annars. Og í mínum huga þá takast þarna á rauninni kannski það sem þú ert að segja svona fræðunum mögulega að takist á tvö svið innan fjölmiðlunar. Hins vegar hið svokallaða community building svið eða samfélagssmiðsvið eins og það hefur verið þýtt á Íslandi þar sem að hlutverk fjölmiðlunar einmitt að varpa ljósi á ekki síst því ákvaða auka samlöðun og fleira, binda okkur saman. Og svo það hitt hlutverkið, þetta aðhalds- og eftirlitshlutverk sem stundum kallað varðhundshlutverkið og þá gelta fjölmiðlar fyrir hönd almennings og benda það sem miður fer og fréttir sem sagt oft sagt það að þær eigi ekki að spegla veruleikana eins og hann heldur bara benda á það sem betur mætti fara og svo tekur bara fólki við. Þannig að mér fannst þetta innlegg þitt gott, áhugavert og það verður gaman að rappa við þig þetta. En fyrst svona að því að ég dróð þarna Sólveigu Önnu inn í innganginn, þá langar mig að biðja þig að bregðast við því áliti hennar að eins og hún sagði það hefur sem sagt verið ákveðið að þörf væri á sérstakri umfjöllun hvað allt gengi í raun vel í heiminum í ljósi heims ástandsins og hjá okkur á Íslandi sérstaklega af því að við barnalegur almenningur erum töluvert áhyggjufull yfir hinn og þessu við þurfum einhvers konar stundina okkar allt gott og mamma og pappi passa þig á hverjum degi sjáðu sætu kissuna og ég held að henni finnist að þú sem sagt ávarpir þessi mál úr einhverju forréttinda sæti. Einmitt. Kannski bara áður en við förum í það þá var kannski bara gaman að ég fekk miklu meira af hinum viðbröðunum, það að segja af jákvæðum viðbröðum við þessu og svona þennan vinkil vantaði svolítið og kannski svona inn í þú veist árslokin þegar fólk að gera upp alls konar hluti að bara minna á að það alls konar hluti sem ganga í rétt átt, þannig að það var miklu meira af jákvæðum viðbröðum heldur en viðbröðum á borð við þau sem að þú varst að rekja þarna að því sögðu þá líka þá held ég að það sé mikilvægt að kjarninn í því sem ég að reyna að segja komist til skila, það ekkert að því það getur hvort ekki verið rétt samtímis að heimurinn sé bara býsna góður og fari jafnvel batnandi þó að það sé margt sem að sé hörmulegt og sumt gangi jafnvel í ranga átt að minnsta kosti tímabundið. Og þetta ekkert þetta hljómar eins og mótsögn en það það ekki. Nei. Og ef við horfum á söguna til lengri tíma og svona kannski mátulegt að horfa á hana svona áratug fyrir áratug þá held ég að nánast öllum sviðum hvort við horfum á réttindi, lífsgæði eða hvað það sem við viljum nota sem mælikvarða þá hefur heimurinn orðið betri þá hafa orðið framfærir og til þess að geta sagt að eitthvað sé betra þá þarf maður náttúrulega að mæla hvað gott og svona minn einfaldi mælikvarði það bara því fleiri sem fá að vera og gera það sem þau vilja því betri heimurinn og ég held að heilt yfir þá erum við á leiðina í þá átt að fleiri okkar
geta verið og gert það sem við viljum, stærri hlut af tímanum og með meira frelsi, þó að sumstaðar gangi hlutinni í ranga átt. Ég neitaði síðan alls ekki að sjálfur, eins og lífið hefur svona bara farið með mig, þá er ég í forréttindastöðu í dag. Ég kem samt úr mjög hógværum og eðlilegum íslenskum bakgrunni og ekki fæddur með neina silfurskeið í munninum þar og hef unnið alls konar störf og þekki hitt og þetta, þannig að svona ég tel mig alveg hafa ágætis sjónarhald, þó að auðvitað skilji maður heiminn alltaf bara út frá því sem maður þekkir af eigin raun. Já, þannig að þú svona hvaðst til hljóðs til þess að leita eða svona í þeirri viðleitni að kannski tala jafnvægi. Já, sko, ef við förum kannski bara svona fyrir þau sem ekki hafa séð þennan pistil, þá var sem sagt svona kveikjan að þessu var svo að ég satt með fjölskyldunni á gamlárskvöld og hafði verið að horfa á áramótaannálinn hjá RÚV og í rauninni hefði verið hægt að skrifa nákvæmlega sama pistil eftir hvaða áramótaannál eða hvaða fréttatíma nánast sem er. En ég fann það að sko kynslóðirnar sitja þarna saman í herberginu og fólk stendur ekki upp eftir þennan klukkutíma eða rúma klukkutíma með einhvers konar jákvæðni í huga. Það er búið að sýna allt það hræðilegasta sem hefur gerst á árinu og einhver svona nokkur krútleg vídeó af einhvern svona minniháttar viðburðum sko. En það stendur ekki upp með það að þetta ár var ár þar sem að einhverjir stóri hlutir gengu í rétta átt. Og síðan týndi ég bara til alls konar hluti sem hafa verið að gerast á síðasta ári og síðustu árum sem að fara ekkert hátt en eru á leiðinni í rétta átt held ég á nánast sama hver ætti að setja mælikvarðana, þá getur verið sammála að það eru hlutir sem eru að þróast í rétta átt og það er sá balans sem vantar og aftur fréttirnar eru eins og þú bendir á, þú veist það er þetta svona við viljum sennilega tvennt úr fréttunum, annars viljum við kannski ef ég myndi fylgjast með hverjum fréttatíma ársins, þá myndi ég vilja að ég geti sagt eftir árið að ég vissi meira heiminn heldur en ég vissi áður en árið byrjaði. Það er kannski svona þetta samfélagsbyggingar en það er líka bara svona þetta fræðslu hlutverk. Hitt er að algjörlega benda á það sem að sko miður fer, það maður betur fara vegna þess að öðruvísi verði ekki, það er að segja við þurfum bæði að teikna mynd af einhverju jákvæðni framtíð svo einhver sé að berjast fyrir henni en líka benda á það sem að miður fer og að fara úrskeiðis til þess að sé að bregðast við því en það jafnvægi þarf að vel til staðar og það finnst mér yfirleitt ekki, það kemur allavega ekki úr sko fréttatímanum einum, kannski við myndum horfa á fjölmiðla eða bara fjölmiðli eins og RÚV í aðeins svona stærra samhengi, þú veist annað sem þau eru að gera með miðlun og svoleiðis, þá kannski skilur það meira eftir, en fréttatímanir einir og sér skilja fólk yfirleitt eftir með það óvenjulega sem gerðist síðustu 24 tímana, það er svona eðli þessa allavega kvöldfréttatíma og það sem er óvenjulegt er yfirleitt það sem að fer úrskeiðis vegna þess að það sem fer í rétt átt það tekur yfirleitt miklu lengri tíma. Já, sko Indriði ritstjóri G. Þorsteinsson, ritstjóri Tímans, hann súmmeraði svona flókna hugsun upp með ummælunum það er ekki frétt ef hundur bítur mann en það er frétt ef maður bítur hund. Einmitt sko og það er líka ef við taka sko kannski dæmi sem er meira í þessum takti, það er bara oft í þessum pælingum þá verður mér hugsa til til millilandaflugs. Það er sannarlega frétt að það verður flugslys og það er stór frétt enda er það stór atburð, það er stór slys það er yfirleitt tínast mörg mannslíf í svoleiðis slysi. Það líða hins vegar heilu árin þar sem að ekki verður eitt einasta flugslys á meðal sko milljóna flugferða í heiminum og stóra fréttin er náttúrulega bara hvers konar svigur mannsandans, tæknins, vísindana regluverksins, alþjóðlegs samstarfs og svo framvegis. Það er að við getum flogið milljónir ferða á stórum þotum á milli staða án þess að nokkur tíni lífi. Það er ótrúlegt. Það er miklu stærri frétt heldur en að ein þeirra hafi farist en það er ekki fréttnæmt innan 24 tíma. Þarna ert þú að kalla eftir því að það sem að gengur framúrskarandi vel í lengra samhengi
það fái athygli. Já, og aftur, ég myndi halda því fram að miklu fleira gengur vel yfir tíma heldur en það sem gengur illa. Já. Mér finnst áhugavert sko þetta, þú nefndir það einhvern veginn þannig að þú vissir ekki endilega meira veröldina þótt þú myndir fylgjast með öllum fréttatímum. Já, við getum bara sagt Ríkisútvarpsins eða eitthvað sko. Ég er sammálaður. En ég veit ekki hvort ég er sammálaður eða hvort rökin mín þar eru önnur en þau, en þín. Mér finnst sko það vanta allt og mikið í fréttamiðlun samtímans eitt háorðið í blaðamennsku. Hvers vegna? Já. Hvers vegna var RÚV að segja okkur þessa frétt? Hvers vegna er þetta fyrsta frétt? Ef það er bara copy-paste af einhverju sem einhver sagði eitthvað, eða eitthvað gerðist á nokkur sannars, þá veit ég ekkert meir. Nei, og sko tengt þessu, þá líka ég held að sko fjölmiðlun alveg frá því að sko við fórum að sjá dagblöð í prenti, þá fjölmiðlun gengi svolítið út á það að hún kemur úr þeirri átt, fréttamiðlun sérstaklega, að það sem var erfitt var að bera tíðindin hratt. Það sem var erfitt var, það gerðist eitthvað jafnvel á öðrum staði í heiminum í gær og við erum komið með það prentað og borið út í hús í dag. Þetta var bara, það þurfti bestu tækni, mikla mönnun, mikið fjármagn og svo framvegis til að geta gert þetta. Sjónvarpsfréttir þegar þær byrja, það er sama með því. Það er erfitt að vera með beinar útsendingar, það er erfitt að koma efninu hratt á framfæri og svo framvegis. Núna hins vegar, sko, þá lifum við í heimi það sem að næstum því hvað sem gerist hvar sem í heiminum getur verið í beinni útsendingu. Þetta er ekki erfitt lengur. Hraðin er ekki það sem er erfitt. Það sem er erfitt er að skilja hvers vegna, hvað er samhengið, hver er bakgrunnurinn, hvaðan kemur þessi atburður sem við erum að segja frá núna í samhengi einhverja hluta. Og fókusinn finnst mér ekki hafa færst frá því sem var einu sinni erfitt yfir það sem að núna er erfitt, en það skiptir kannski meira máli. Kannski ætti þeir sem að sjá sér fært að hafa bolmagn til þess að gera það sem er erfitt, að þau séu þá að gera það sem er erfitt en ekki bara að segja fréttirnar af því sem að fólk er kannski löngu búið að frétta. Ég veit ekki hvort við tekið eftir því en síðustu kannski 10 ár þá hafa við sko fyrsta frétt í segjum bara útvars- eða sjónvarpsfréttatíma, hún byrjar oft á orðunum maðurinn sem lést í eldsvoða í Breiðholti í morgun var. Það gengur þess að fólk veit þegar fréttirnar. Það er bara verið að bæta við einhverju smá samhengi, einhverju svona litlu. Það er ekki verið að segja eldsvoði varð í Breiðholti í morgun og það sem maður lét lífið. Það hefði verið fréttin fyrir 10-15 árum síðan. Þannig að sko, ég held að vanti svolítið að horfa á heimurinn breyttur. Fólk er að fylgjast með allan daginn, það getur allavega að fylgst með allan daginn, það getur fylgst með því sem það vill fylgjast með niður í smáatriði. Núna vantar okkur að stíga upp og sjá einhverja stærri mynd. Þessi umræða okkar er hins vegar sko, hún er hvorki nýni frumleg í sjálfu sér. Alls ekki. Og við blaðamenn því ég nú unni lengi í þessum bransa sko, alla mína hunds- og kattartíð innan veraldar fjölmiðlana þá hefur fólk verið að gera athugasemdir við mitt fréttamat á líkum nótum og þú ert að nefna. Getið þið nú ekki verið aðeins jákvæðir að hver þarf alltaf að vera að velta sér upp úr stundu fylgir soranum eða hinu afbrigðilega eða eitthvað svona. Og en mér finnst fínt einmitt að við sko reglulega að við förum ekki í fílu, förum ekki að stempla þetta sem einhvers konar forréttindablindu, heldur bara sko ræðum þetta. Þú ert nú reyndar ekki alveg almenningur út í bæ, þú varst á bak við Kjarnan á sínum tíma og hefur verið svona hugsun og ástríðumaður fjölmiðlun á Íslandi. En er þetta sem sagt, er þetta klassísk deila keisarans skegg hjá okkur eða er þetta sem þú varst að vísa til breytingana á samtímans, gefur það þessu nýtt vægi, nýtt fóður? Er þetta ekki bara eins og þú varst að segja, þarf ekki að skoða þessar hugmyndir reglulega og þá út frá nýju og nýju samhengi, vegna þess að tímandi breytast, tæknin breytist, miðlunin breytist og eftirspurnin breytist og bara, þó þetta sé ekki ný spurning, þá er eðlilegt að spurja hennar reglulega og þá held ég sko,
það náttúrulega mjög oft þannig að til dæmis bara formatið á sko kvöldfréttatíma, jú, það þróast sko eitthvað, en það kemur alltaf úr einhverjum bakgrunni. Þú ættir að búa til ef að enginn hefði fundið upp kvöldfréttatíman og þú ætlaðir að finna upp í dag einhvern þátt sem að sko þú vildir einhvern veginn svona ég veit ekki þú myndir náttúrulega þurfa að byrja á að skilgreina hvert markmiðið, en segjum bara við viljum svona fræða fólk samtíman, gera það betur undir það búið að ganga til kosninga, segja því sannarlega frá hlutum sem það getur sko brugðist við, þessum að annarkvort í hættu eða getur tekið betri ákvarðanir í lífi sínu einhvern veginn svona í núinu, og ég mjög samfærum að við myndum ekki koma upp með akkúrat þetta format sem að fréttatímar eru í dag, ef við myndum þurfa að finna þetta upp frá grunni. Og þetta kannski sko þetta sem ég kom inn á þarna er eitt af þessu, þú veit, ef við hugsum bara, við erum svolítið að einblína á þessa fréttatíma, en kannski hugsum bara svona þessan 24 tíma hring sem að gengur svolítið yfir alla miðla, hvort sem að þeir eru prenti, neti eða ljósvaka, að hversu stórt hlutfall þeirra frétta sem við segjum lesum og fréttamiðlum, heyrum í útvarpi eða sjónvarpi, erum við betur í stað, hversu stórt hlutfall þeirra frétta hjálpa okkur við einhverja ákvarðanatöku sem skiptir okkur máli í daglegu lífi, jafnvel þann daginn. Og ég held að heiðarlega svari væri fyrir utan að mögulega gera okkur betri kjósendur næst þegar við göngum að kjörborðinu, sem gerist nú ekki rosalega ört, þá mjög lágt hlutfall þess sem við heyrum, sem að einhvern veginn sko, já, ég get brugðist við þessu núna veit ég að ég þarf að gera þetta, ég þarf að gera hlutina einhvern veginn öðruvísi. Og það meðan að sko því og það gildir í rauninni því meira sem fréttin eru fjær okkur, sem kemur einmitt líka inn á það að þetta með sko, hvort að heimurinn er góður eða slæmur og leið til glötunar eða hins betra, er að við höfum fyrir vikið svolítið sérkennilegt perspektíf á það hvar heimurinn er góður og vondur. Flest upplifa það að þeirra nærumhverfi sé nú bara ekki svo slæmt. Bara svona hversdagurinn, hann er bara býsna góður og þau getur hugsað alls konar jákvæða hluti og svo verða náttúrulega áföll og svo framvegis, en bara eins og til dæmis könnun Gallup á síðasta ári leiti í ljós, 85% Íslendinga telja sig blómstra, eða upp á ensku það sem heitir thrive í lífinu, og aðeins 7% eru töldu sig sem sagt nú man ég ekki alveg hvert orðið var, en í rauninni á hinum endanum á skalanum sem voru vansæl eða einhvern veginn sko töldu sig þjást, já það var orðið sem var notað, þannig 7% töldu sig þjást og 85% töldu sig blómstra. Þar er fólk að meta sitt eigið líf. Ef við myndum síðan spyrja hvernig er ástandið á Íslandi, þá lækkar hlutfallið, og síðan ef við spyrjum ástand heimsins, þá höldum við allt sé að fallanda fæti vegna þess að myndirnar sem við fáum, sem eru náttúrulega af þessum fáu stöðum þar sem allt er í kalda koli, þær ekki mynd af heiminum öllum, þær eru myndir af þessum stöðum þar sem verst gengur. Ég hélt sem barn sem fylgdist vel með fréttum, að það var ekki ein brosandi manneskja til í Afríku. Akkurat. Sem nú aldeilis ekki satt sko. Ætli þeir hafi ekki verið bara hamingjusamastir í veröldinni í mörgum löndum þar. Einmitt. Og þannig að það er góður ekki alltaf verðt að einmitt setja þetta í það samhengi sem þú ert að gera núna. Eigum við sko, mér skilst á þér að það vanti inntak, það vanti samhengi. Einmitt. Og það ætti að vera hlutverk fjölmiðla eins og RÚV í meiri mæli að svona varpa ljósi á fleiri liti í bæði stuttu og víðara samhengi, og sko ég heyri mjög mikla gagnrýni út í bæ á til dæmis formið, þetta morfísform. Já. Þegar tveir í debatt fá samanlagt 5-6 mínútur, enginn er að hlusta á spurningarnar, allir eru búin að æfa hvað er allt að segja. Já. Og fólk gengur frá þessum 6 mínútum einmitt það veit
alls ekki meira Nei. en það vissi fyrir fréttaþjónustuna, fyrir debattinn, fyrir rökræðina. Einmitt. Þetta sko, sumir segja að samstöðin hún lifi akkurat út af þessu. Já. Af því að við gefum okkar viðmælendum tíma og næði og reynum að ná utanum aðeins meiri dýpt og sko, í bestu tilvikunum skoða hluti frá mörgum sjónarhornum. Einmitt. Þetta skiptir líka máli, ekki satt? Þetta skiptir sannarlega máli og hérna að einhverju leyti kemur þetta kannski bara niður á sko kostnað. Það er ódýrt að fá 2 manneskjur í sett sem eru á öndverðum meiðum eitthvað og takast á það í 15 mínútur. Það kallar á voðalega litla production, það þarf bara stúdíóið og tíma frá þessum 2 einstaklingum sem yfirleitt eru bara mjög viljugir í að koma á staðinn. Spurningarnar eru líka oft harðlega yfirborðslegar. Það eru það sko. Ég hef til dæmis hugsað með akkurat þetta format. Mikið væri gaman. Við tökum bara einhverja bara mjög umdeilda og umdeilanlega spurningu eins og eigum við að gangi í Evrópusambandið. Að fá 2 menn í sett og tala í 15 mínútur það eina ferðina enn eiginlega örugglega ekki farið að bæta neinu við. En hugsið ykkur ef við tækjum kannski svona málefnalegustu og þá sem hafa mestu þekkinguna á hvorri hlið fyrir sig og gæfum þeim bara góðan tíma með production teimi til þess að sko bera saman bækur sínar, koma með sterkustu punktana, bregðast við og búa til einhvers konar production sem að gæti verið hálftími eða klukkutími eða eitthvað svoleiðis. Það sem að sko búið að sko í staðinn fyrir að það sé brugðist við og tekist á einhverja punta sem koma upp í einhverju svona spjalli þá sé farið svolítið í kjarnan. Þetta er miklu dýrara. En þá ertu búin að útvista dagskrárvaldinu líka, Jú. Já, sko ég veit það ekki, þú ert að gera alveg það sama, þú ert að boða einhverja, þú ert að takast á einhverja mótstæða póla, en þú ert að gefa þeim meira rými, það er ekki lengur þá sá sem er orðheppnastur eða fljótastur til eða eitthvað sem kemur betur út úr umræðunni, heldur væri tími til þess að fara í og krefja, þessi rök hérna, þú veist, hver eru raunverulega mótrökin, jafnvel að sko viðurkenna mótaðilin hafi eitthvað til sín máls með einhverja hluti sem að gerist náttúrulega næstu því aldrei þegar það tekist á í svona sem synd vegna þess að þá fyrir maður að hlusta öðruvísi. Já, algjörlega. Þegar einhver nær þessu kúpi. Já, og það sama sko með að því að þú talar sko og ég veit það vel að fréttastofur eru þessi umræða kemur náttúrulega ítrekkað upp bæði vegna þess að það er ýtt á fréttastofur utanfrá að vera aðeins skemmtilegri. Þú veist, getið ekki verið aðeins í ákvæði. Akkur þurfið þið, eins og þú segir, velt ykkur upp úr soranum. Að það er oft reynt að bregðast við þessu. En þar líka stundum farið aftur í hluti sem eru annarkvort ódýrir eða falla vel að forminu. Þú veist, bara af því að ég notaði áramótapistilinn, áramóta annálinn sem sko, hann var kveikjan, þá var kveikjan eiginlega svona 45 mínútur inn í þáttinn þegar þegar kom svona smá stopp og kinnarnir segja fleiri og fleiri eða fleiri eru hættir að fylgjast með fréttum og svo viðtal við einhverja 2-3 manneskjur út í bæ sem hafa minnkað eða jafnvel hætt að fylgjast með fréttum og lýstu því af hverju og það var bara það nefna sko, það eru hörmungar, þetta allt svo neikvætt og svo framvegis og síðan kemur spurningin, vorum við virkilega svona leiðinleg? Svo koma 7 það sem ég myndi kalla krúttfréttir. Það voru sko hraðstefnumót einhvers gamals fólks í Belgíu, það voru garðálfar sem birtust í einhverjum bakgarði í Noregi og svo framvegis. Men það hefði verið hægt að fara og segja okkur til dæmis að þetta er árið þar sem við sennilega náðum hámarki í losun koltvísýrings í heiminum og hér eftir eru góða líkur á því að það trend hafi snúist við að eilífu. Það ekki dálítið mikið stærri og dálítið mikið betri frétt og þetta gerist það sama í fréttatímanum, það er farið með myndatökumann eitthvað, það sem að börn eru að dansa eða þú veist, eitthvað myndrænt að gera sem hægt að fara að taka mynd af og gerðist sannarlega á síðustu 24 tímum frekar en að reyna einhvern veginn að horfa á stóru myndin og segja okkur frá kannski einhverju þróun sem að varð ekki á síðustu 24 tímum heldur yfir lengri tíma og við mistum af vegna þess að það gerðist bara meðan við vorum að fylgjast með öllum hörmungunum sem gerðist. Það gerðist einhver góður hlutur á meðan við vorum að fylgjast með daglegu hörmungunum sko. Já. Einhvern tímann heyrði ég að þér líður aldrei betur en því barnið þínu sem líður verst. Aha.
og ég veit ekki sko hvort þetta einhvern veginn að einhverju leyti hugmyndir nútíma fjölmiðlunar að það sem gerðist verst, þú verður að fjalla það og athygli þín verður að vera á því en sko hún, þú sem sagt þú svaraði Sólveig Önnu. Já. Var það bara svona með þessum orðum sem þú hefur verið að nefna hér? Já, það var svona bara í raunni, þú veist, að í fyrsta lagi þá þetta ekki, ég alls ekki að segja, við höfum ekki að tala það sem að miður fer. Heldur bara að það sé ekki mótsögn í því að heimurinn geti verið býsna góður og farið batnandi á sama tíma og það sannarlega margt skelfilegt og margt sem gengur í ranga átt. Ef við horfum á stóru myndina þá eru trendin svona í þessa betri átt og hins vegar það að sko til þess að heimurinn batni þá þarf þetta tvennt, það þarf framtíðarsýn, þá þarf að sýna möguleikan á betri heimi til þess að fólk finni hjá sér og bara segjum bara, og ég held að fréttatíminn sé ekki það sem nær til batna en þú veist það þarf að segja ungu fólki að það sé einhver von, ekki bara einhver von heldur bara jafnvel það sé bara björt framtíð framundan en þá líka viljum við teikna hann upp og einhver sé að berjast fyrir henni á sama tíma og eins og fólk sem er gagnrýnið og þú veist fréttir sem veita aðhald og svo framvegis að benda á það sem að þarf að passa að fara ekki úrskeiðis þannig að annars vegar erum við kannski að reyna að halda í það sem hefur áunnist og passa að það gangi ekki úr skorðum og það gerum við með því að benda á það sem að miður fer og má betur fara en á hinn bóginn að við séum svolítið að svona átt okkur á þessum stóru straumum og hvert við viljum fara vegna þess að við erum líka sko það gerist stundum og kannski sérstaklega sko það við orðið alveg framfærir í hérna svona hvað maður segja, svona baráttu upplýsingamiðlun sem berjast fyrir einhverjum málstað þetta gekk einu sinni út að það að teikna allt sem allra vestum hætti, allra ljótustu myndina sem hægt var hérna loftslagsbreytingar eru eitt af þessu en líka bara, þú veist, hungursneyð í Afríku alls konar hlutir að það er að teikna upp mjög ljóta mynd og það myndi einhvern veginn fá fólk til að bregðast við. Það sem gerist eins og þegar þeir eru farið of langt í að teikna myndina svona að fólk missir von. Það bara, heimurinn að farast sama hvað við gerum, það er best að gera bara ekki neitt og njóta bara þess sem að, þú veist, njóta hversdagsins og ég ætla ekki að fara að breyta mínum lífsháttum. Og þá kúplar fólk sig út og sama hátt og þetta fólk í fréttaannálunum var að segja að það er að kúpla sig út úr fréttunum. Þannig að það má ekki, þetta allt saman þarft en við megum ekki gera fólk svo þreytt og svo einhvern veginn ónæmt fyrir þessu að þetta hætti að virka. Eða fyrst sko, ef þú svarar aldrei spurningunni hvers vegna og þú ert bara þarna með eitthvað galleri á óskiljanlegum hryllingsmyndum sko og ekkit undir þeim að bakveðar þá bara, einmitt, fer maður að hugsa betur til hvers ég að fylgjast með þessu og það er ekki heldur gott. Nei, það er ekki bara að loka augunum fyrir því sem við þurfum að ein starfsystir mín segir í bransanum fréttir það sem við verðum að vita. Já. Hvernig ætli þau gleraugu myndi virka á þennan svona hefðbundna segjum fréttatíma eða fréttirnar á fréttamiðli ef við myndum opna hann í dag. Það sem er gott við skilgreiningunni er allavega að þú segir við verðum að vita hið góða, hið jákvæða og allt það. Einmitt. Þannig að það mætti alveg heimfæra það í báðar áttir. Það mætti gera það sko. Mætti segja. Já. En svo rúvarar, þeir voru nú aðeins að djöflast í þau líka. Sigríður Hagalín Björnsdóttir, hún reyndar byrjar á því að segja að fréttamaður RÚV, hún byrjar á því að segja að það sé margt gott í þínum sjónarmiðum, skrifaði status um þetta en sko hún bendir á þetta mikilvæga hlutverk frétta að veita ráðamönnum og þjóðfélaginu öllu aðhald og blaðamenn eiga að rannsaka hverju sé ábúta vant í samfélaginu sem ég var að nefna að segja fréttir að því krefja það ábyrgur svara og fylgjast með afleiðingum. Þetta er ekki alltaf þakklátt hlutverk en án þess vandsið hvernig hægt sé að halda út í lýðræðis þjóðfélagi. Það er frétt ef manneskja ef valdastöðu brýtur af sér eða vanrækjaskyldur sínar, það er ekki frétt ef hún sinnir þeim af samviskusemi og kostgæfni því miður. Kannski er það frétt. Kannski er það frétt. Þetta er kannski ég tók dæmið með flugvélarnar áðan. Það hvenær var stóri jarðskjálftinn í Japan. Þar er
Tókíó verður fyrir gríðarlega stórum jarðskjálfta. Það verður einhverja skemmdir, það varð minniháttar manntjón, en þetta var líka einn af stærri jarðskjálftum sem að hafa orðið. Aftur fréttin sennilega ekki, fréttin náttúrulega að það var jarðskjálfti, fréttin af einhverju eignatjóni, en stóra fréttin líka við erum með 20 milljóna borg, þar sem margir búa í skýjakljúfum og það verður nánast ekkert manntjón. Þetta er ótrúlegt, en auðvitað það ekki fyrirsögn. Fyrirsögnin ekki framúrskarandi verkfræði bjargar milljónum mannslífa, það ekki en þetta svona það þetta að horfa á hlutina úr báðum áttum og ég held að sko það kannski follow-up fréttin sem ætti að vera. Já, akkurat. Menna, þú veist, bara ef við tökum svipaða atburði fyrir rúmum 100 árum, sko, San Francisco borg bara þurrkaðist út í jarðskjálfta 1906 og síðan þá höfum við lært hvernig hægt að byggja betur fyrir þann heim. Þannig að þetta svona, já, en sko við Sigríður held í sammála næstu því allt, sko. Við erum ágætir félagar og og ég held að hún hef ekki verið hún var svona einhver leiti að sko og sumt af viðbröðunum sem að ég fekk beint frá RÚV voru svolítið eins og þetta hefur verið sko pistlinum hefur verið beint gegn annálnum sjálfum, áramóta annálnum sem var bara virkilega vel unnin og gerði vel í því að taka saman það sem komst í fréttirnar þetta árið. Þannig að hann var meira bara kveikjan af því að tala eins annars vegar bara fréttamat en hins vegar bara, og það kannski það sem við höfum ekki talað mikið hingað til í okkar spjalli, það bara að telja upp hluti sem að hafa gengið vel. Og það bara það komum með nokkra punkta á listanum. Já, atvinnuleysi á heimsvísu það lægsta síðan 1991 í árlegri alþjóðlegri könnun Gallup, þetta þessi sama og við vorum að tala með Íslandi, þá sagðist 7% mannkyns þjást, sama hlutfall og Íslendinga, en 33% segjast blómstra. Þarna náttúrulega, þetta líka svolítið, segir náttúrulega heilmikið Ísland líka. Himinn og hafmilli veraldarinnar og Ísland. Já, miklu lægra hlutfall sem segist blómstra en sama hlutfall sem segist þjást. Síðasta áratuginn hefur tæplega milljarður manna fengið aðgang að hreinu vatni, 1,2 milljarðar öryggri salernisaðstöðu, 300 milljónum færri eru án rafmagns og 100 milljónum færri börn lifa við fátækt, en á sama tíma hefur okkur fjölgað 760 milljónir. 12,6% færri deyja ótímabærum dauðdaga núna heldur en 2010. Tökum bara morðtíðni í Bandaríkjunum, þessi fannst mér, þessi kom mér óvart. Þú veit, og ég held ég hafði eitthvað séð af þessu trendi, en sem sagt ef við hugsum bara Bandaríkin, það alltaf vonarvöl, það einhvern veginn sko, það að sjóða upp úr og margt af því rétt, það náttúrulega meiri upplausn heldur en hefur verið lengi, en morðtíðni í Bandaríkjunum hefur fallið hratt síðustu ár og var svo lægsta í fyrra í sögunni. Hún aldrei verið lægri heldur en akkurat í fyrra og ég held að þetta stangist mjög mikið á við þá mynd sem við höfum af Bandaríkjunum 2025. Og ofbeldisglæpir og þjófnaðir eru líka í lágmarki og hafa aldrei verið færri heldur en í fyrra. Ég nefndi þetta með hámarki í útblæstri gróðurhúsategunda. Þar í rauninni Kína að fara mjög hratt yfir í endurnýjanlega orkugjafa, þeir byggja upp sólarorku sem jafnast á við sólarorku alls Þýskalands í hverjum einasta mánuði. Hugsið þeir. Og það að ýta út sko, kolum og jarðefna eldsneyti á sama tíma þau náttúrulega bara auka gríðarlega mikið orkuframleiðsluna sína. Þetta er mjög áhugavert. Já, og síðan bara eini viðbót. Hafréttarsáttmáli Sameinuðu þjóðanna var samþykktur. Hann mun gera gríðarlega mikið fyrir alþjóðlega verndun á hafinu, sérstaklega úthöfunum. Hann í rauninni snýst að úthöfunum og sama tíma hefur verið að búa til stærsta verndarsvæði hafverndarsvæði heims í Kyrrahafinu sem meira en 5 milljónir ferkilometra. Það meira en 5 sinnum stærra heldur en efnahagslögsaga Íslands. Og þetta bara þetta náttúrulega við erum ég las, það frábær bók sem að svona svolítið í þessum tón sem að ég að tala sem að heitir Not the End of the World. Hún eftir Hunter Ritchie sem er umhverfisfræðingur og fer yfir í rauninni svona 6 stór trend þar sem að gróðurhúsa lofttegundir
loftslagsbreytingar eru ein af 6 svona umhverfistrendum sem að hún fer yfir og fer í gegnum hvernig við höfum tekist í rauninni á við hverja krísuna á fætur öðrum. Allt frá því bara að það var mjög óheilnæmt að lifa í borgum, bara allt frá því bara hrossaskítur og rotnandi hross á götunum yfir í kólareik og allt mögulegt yfir í það að við erum bara búin að búa til mjög heilnæmt umhverfi í flestum borgum. Los Angeles var fræg fyrir það 1980, það var gríðarlega loftmengun þar, núna mjög gott loft þar. 30 árum seinna þá var þetta sama alla borgir í Kína en þar hefur líka verið hreinsað upp. Núna Indland eiginlega á hámarki þess hvað óheilsusamlegt að vera á götunum til dæmis í Delhi. Kom þangað fyrir 2 árum og ég get tekið undir það. En hins vegar eru þau líka að fara yfir kurvuna og eru svona bara búin að ná upp í rauninni. Þetta gerist þannig að þú nærð upp einhverjum ákveðnum efnahagslegum þroska, ef við getum sagt svo, með því að menga, en þegar þroskin orðið nógu mikill, þá verður það að hafa efni á því að draga úr menguninni aftur. Og hún svona talar í gegnum nokkrar svona kurvur. En hún einmitt kemur inn á þetta að hún hafi talið sig vera af síðustu kynslóðinni. Það er að segja, hún er töluvert yngri en við, ég held að hún sé á 30-aldri og hún segir að fær áhuga á umhverfismálum út frá því að þetta mikið umræðinu og ætlar að beita sér fyrir þessu, missir nánast trúna á þess virði að gera nokkuð skapaðan hlut. En svo þegar hún fer svona að kafa meira í þetta, þá áttar hún að segja því frekar en við séum af síðustu kynslóðinni sem að mun byggja þessa jörð, sem að fráleitt en í rauninni svona einhverju leyti í takt við einhverju orðræðu sem hefur verið í gangi. Og margt ungt fólk talar svolítið það í þannig, þessa átt. En þá í rauninni komst hún að því að hún af fyrstu kynslóðinni sem hefur möguleika á því að skila jörðinni í betra ástandi heldur en þau komu að henni. Vegna þess að síðustu kynslóðir hafa allar farið í hina áttina. Ég gerði einu svona óformlega könnun í Kringlunni þegar ég var að skrifa bók dauðan. Já. Ég spurði 10 ungmenni á aldrinu 17 til 30 ára gömul sem ég valdi bara með slembivali. Já. Gengu fram hjá mér í Kringlunni þetta voru allt saman sem sagt konur, ungar konur. Ég spurði þær hvort það hegðu á barneignir. Já. Og það voru 9 af 10 sem sögðu nei, ég treysti mér ekki til þess vegna þess að heimurinn á svo óröku stað að ég vil ekki gera barninu mínu það. Akkurat. Að þetta var fyrir einhverjum 2 árum sannlega, 2-3 árum og auðvitað var þetta ekki vísindaleg könnun, þetta var random og ég veit ekkert hvort það mikið að markana en ég satt uppi með svona ákveðin ónót og mér dettur þetta í hug þegar þú setur þetta í þetta samhengi. Eins og einn vinn minn sagði, já, heimurinn þarf þá ekki að farast vegna mengunar, hann útrýmir sér að sjálfu sér. Einmitt. Við hættum að eignast börn. Já, þetta klálega orðaði sem er í gangi. Ég hef ekki neina tölur einmitt á bak við það hversu ríkjandi þetta en við erum alveg klálega búin að hræða ungu kynslóðina, hvort sem að það líka út af því að einhvern veginn hún það þurfi minna til, ég veit það ekki, þú veist, það er svona kannski erfitt að átta sig nákvæmlega. Þú lesa náttúrulega alveg rosalega mikið af fá óbúslega miklar upplýsingar á internetinu sem eins og bara fyrir mig og þig. Þetta náttúrulega yfirleitt allt saman hæpað upp og einfaldað og maður les helst, þú lest frekar Alistair MacLean í gamla daga heldur en einhverja leiðilega bók, eitthvað sem krassandi. Já, akkurat. Ég reyndar vel alveg hissa þegar ég fylgist með ungu fólki á því hversu vel upplýst það sko. Ég það náttúrulega líka. Og svona verið að sjá í gegnum einmitt þetta sem að okkur allavega finnst vera mjög flókið sko, þú veist, hvernig passa maður að vera að neyta góðra upplýsinga á, þú veist, YouTube eða eitthvað svona. En það er mikið heimsendafóður í kringu. Mikið heimsendafóður og það er mjög auðvelt að detta hún í þessar hólur og bara svo það sé alveg skýrt bara vegna þess að ég bara þegar farin að sjá fyrir mér öll símtölun og skilabóðin sem ég fæ. Það er engin ástæða til að gera lítið úr loftslagsbreytingum, þvert á móti. Þetta sennilega mest knýjandi stóra úrlausnarefni heimsins, allavega 1 af 2-3 stærstu og þarf að taka alvarlega en þetta hins vegar sko miklu meira núanst heldur en það að segja við erum orðræðan hefur skilað sér, við erum að ná árangri og það að gerast miklu hraðar heldur en við áttum okkur á. Bæði, svo náttúrulega gerist tvennt, bæði erum við að ná
árangri í orkuskiptunum og til dæmis þetta með að við séum að ná hámarki í útblæstri eru stórtíðindi og hins vegar fjölgun mannkyns, það svona hillir undir að einhvern tímann upp úr miðri þessari öld þá nái fjöldi mannkyns hámarki og hinum með við það náttúrulega þá erum við væntanlega að fara að nota minna af auðlindum til þess að allavega standa undir því sama bæði út af því að það eru tækniframfarir en líka vegna þess að okkur hættir að fjölga. Þannig að þetta það er alls ekki þannig að einhvern veginn við séum að lifa enda sögunar í þessum skilningi en við þurfum að taka á því sem að og fréttirnar eru duglegar að benda okkur á það en við þurfum líka að teikna upp þessa björtu mynd sem framtíðin getur verið og hafa trú á því að við komumst þangað því að ef við höfum ekki trú á því þá er enginn að fara að koma okkur þangað. Einmitt. Erum við ekki bara lokaorðin hjá okkur, Hjálmar? Þau geta verið það. Kæra þakkir. Takk fyrir komuna, Hjálmar Gíslason. Takk. Og ég veit ekki hvað við viljum að gera næst. Kannski erum við bara að setja endi á þáttinn. Það kemur á daginn eftir andartak. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.